Í síðasta þætti þá vorum við að reyna að spá í hvernig við drögum saman marga liði eins og hér þar sem eru 3, 4, 5 liðir. Og í þessu dæmi reyndar eru ekkert margir líkir liðir, við erum með a í öðru og a í öðru. Þannig að kannski getum við skrifað 2a í öðru. Svo nú lítið hægt að gera hérna en bara plus x plus 5 plus x í þriðja. En ef við breytum dæminu hérna, þannig að við setjum margföldunartákn alls staðar í staðinn fyrir plus, þá dæmið í heild sinni bara einn liður og við getum kallað þetta liðastærð eða stærðtákn eða eitthvað í þá áttina. Og fyrirmælin, ef þetta einhvers konar dæmi, væru þá svona margfaldið eða einfaldið. Okkur langar sem sagt að horfa á þetta sem eina heild og sjá hvort við getum skrifað eitthvað sem okkur finnst einfaldara. Og í svona dæmi þá viljum við venjulega hafa töluna fremst, bara því að það er þægilegt að horfa á það þannig. Og svo getum við litið á þetta sem eina heild og sjáum til dæmis hérna a í öðru og a í öðru. Við getum skrifað það hlið við hlið. Svo koma x-in, x og x í þriðja. Við megum hafa margföldunartáknin alls staðar og líklega það skýrara. En þegar við klessum saman táknum og tölum þá meinum við margföldun. Svo veldaregla sem við skoðum hérna eftir augnablik sem segir að við megum leggja saman veldisvísana. Þannig að þetta myndi vera 5a í fjórða og hérna x í rauninni í ósýnilegu fyrsta veldi. Þannig að þetta verður x í fjórða líka. Þannig að við lítum á þetta sem mun einfaldari útgáfu af þessu hér. Og það sem við vorum að gera hérna byggist í rauninni á 3 reglum hérna sem þessar 2 hér eiga samsvörun í kaflanum á undan sem við kallum tengjareglu og víxlreglu og þýðir bara að við megum breyta röðinni á svona liðastærð bara eins og okkur hentar. Við megum færa hluti til og frá og setja það sem okkur hentar á hvert stað. Og svo þessi veldaregla hérna sem segir að við margföldum 2 hluti saman sem eru með veldisvísi og sama veldisstofn, það þýðir hérna x í veldisstofni fremst báðum megin. Þá megum við leggja veldisvísina saman. Þetta oft kallað fyrsta veldaregla og við munum nota hana mikið í algebrunni. Þannig að ef við skoðum fleiri dæmi, x í þriðja sinnum x í öðru sinnum 3 sinnum x í fjórða, myndu vilja reikna eins og ég nefndi áðan með því að hafa alltaf töluna fremst, þristurinn kemur fremst. Og ef ég vil, þá má ég leggja bara strax saman í huganum 3 plus 2 plus 4. En ef við viljum vera nákvæm, þá getum við raðað þessu öllu saman hlið við hlið upp fyrst, x í þriðja, x í öðru og x í fjórða. Og við getum haft margföldunartákn. Og síðan get ég skrifað hérna líka x þá í veldinu 3 plus 2 plus 4. Þannig að svarið hérna 3x í 9. Og það væri ekkert óeðlilegt að fara bara beint hingað í þetta svar ef maður vill gera þetta bara í huganum strax. Þannig að okkur finnst þetta mun einfaldari útgáfa heldur en þessi hér. Þannig að aftur fyrirmælin væru einfaldið eða margfaldið eða eitthvað svoleiðis. Það er áhugavert að bera þetta saman við dæmi sem svipað eins og þetta hér. Það sem að við erum með í rauninni aftur bara einn lið. Þetta allt einn liður í heild sinni en svo inn í þessu kannski til dæmis hér þáttur með 2 innri liðum en við erum ekkert endilega að spá í því núna. Nú spurningin hvernig fyrirmælin með dæminu eru. Ef að dæmið segir margfaldið upp úr svigunum þá þurfum við að reyna að finna út úr því. En ef að dæmið segir kannski bara einfaldið þá líklegast ekkert endilega einfaldast að margfalda upp úr svigunum ef það ekkert sérstaklega tekið fram heldur að líta á svigana eins og við litum á x áðan. Þannig að ef við hugsum þetta eins og x eða a eða eitthvað annað og þetta líka eins og a eða bara eitthvað annað þá sjáum við að þetta þá eins og a í öðru og þetta a og það myndum við venjulega, það hefðum við kallað a í þriðja. Og alveg á sama hátt
Þá ætla ég núna að taka töluna fyrst, þristin og 5-una, og ég veit að það er 15. Svo ætla ég bara að hafa x-ið hérna fremst, ég get lítið blanda því við x inn í sviganum. Og alveg svo ég myndi skrifa hérna a í þriðja fyrir þessa 2 hér, þá ætla ég bara að leyfa mér að segja að þetta er x plus 2 í þriðjaveldi. Og mér finnst það bara núna einfaldasta útgáfan af þessu hér, en í einhverju öðru dæmi þyrftum við síðan að margfalda upp úr þessum sviga. En einmitt núna er kannski ekkert verið að biðja það, og þá er mikilvægt að rugla því ekki saman. Skoðum fleiri dæmi. Hérna erum við aftur beðin að einfalda og við skulum gera eins og áðan og hafa töluna fremst, 5. Svo er allt í lagi að reyna að hafa bara stafrófsröð eins og í svona dæmi. Við erum með a í öðru tvisvar og það verður a í fjórða. Svo höfum við x og x í þriðja og það er x í fjórða. Og þar getum við bara klárað svona dæmi í einu skrefi. Þetta er einföldun. Nú, hér erum við miklu stærra dæmi og þetta lítur kannski bara ekki sérstaklega vinalega út. En alveg eins og áðan þá vinnum við okkur bara skipulega gegnum þetta og tökum eftir því að þetta er aftur líka bara einn heill liður. Og ef við erum ekki beðin að margfalda upp úr þessum svigum, þá bara gerum við það ekki. Þannig að ég ætla að horfa á þetta eins og áðan og taka eftir að hér er tala og tala og ég ætla þá að margfalda þær saman og hafa útkomuna fremst, 3 og 5 eru 15. Svo ætla ég bara kannski að reyna að hugsa eins og áðan og gera í stafrófsröð. Hér er a í þriðja og hér er a í öðru og ég veit að það gerir a í 5. Og þá er ég strax búið með heilmikið. Hér er x í fjórða og hér er x í veldinu p. Hljómar eins og vandamál, en fyrir okkur getum við bara nota veldaregluna. Ég má bara skrifa x í veldinu 4 plus p. Kannski finnst einhvernum það ekkert einfaldara en x í fjórða og x í veldinu p og það er líka allt í lagi. Stundum vill maður ekki gera þetta svona, en einmitt núna þá finnst okkur þetta virka fyrir okkur sem einföldun. En kannski í einhverjum öðrum dæmum er þetta ekki skrefið sem við viljum taka, en einmitt núna gerum við það. Og alveg eins og áðan, þá ætlum við núna að horfa á svigan. Hér er sviginn a plus x og hér er sviginn a plus x í þriðja. Og af því að þetta er allt saman eitt heilt margveldi, þá megum við bara klessa þessum tveimur svigum saman. Og við getum líka hugsað okkur eins og áðan þetta sé þá eins og b í þriðja og þetta sé eins og b. Það myndum við vita að væri b í fjórða. Þannig að ég ætla bara að breyta þessu í sviginn a plus x og hann hlýtur að vera í fjórða veldi. Og akkurat núna, þá finnst mér þetta að vera einfaldasta útgáfan af því sem að ég beður að gera. En svo getur það að vera aðeins misjafnt eftir fyrirmælum hvort við hefum til dæmis að margfalda upp úr þessum fjórðaveldissviga hérna. Í dæmum þar sem að það er mínus inn í þessu, getur verið pínu ruglingslegt að átta sig á því hvort við séum raunverulega bara með einn lið eða ekki, eða marga liði. En við reynum að setja svona mínus innan sviga sem þýðir bara að þetta er neikvæða b. Eða b með neikvæði formerki, eða mínus formerki, eitthvað svoleiðis. Ef að sviginn væri ekki, þá myndi standa hérna mínus 3a mínus b, sem að við séum að draga b frá hinu. En það er ekki það sem þetta þýðir hérna. Sviginn þýðir eiginlega bara heitir margveldi. Þú veist að margfalda saman mínus 3a og svigan mínus b. Nú breytist margfaldunartáknum með þetta eiginlega mínus, það er mjög ruglingslegt. En hér er í rauninni ósýnilegt margfeldistákn á milli allra þessara þátta. Það getur verið pínu óþægilegt að vinna með svona marga mínusa í einu dæmi og hérna er regla sem getur hjálpað okkur aðeins með það. Þegar við höfum svona liðastærð, þá er sniðugt að telja bara hvað eru margir mínusar í dæminu. Ef við fáum útkomu sem er oddatala, þá er mínusinn í heild sinni á liðnum, eða á liðastærðinni. En ef fjöldin er sléttala, þá er formerki plus. Við getum skilið þetta með því að skoða þessa útskýringu hérna. Ef ég er beðin að margfalda saman 2 sinnum mínus 3 sinnum mínus 2 í þriðja sinnum 3, mér finnst kannski ekki spennandi að reikna útkomuna, en ég get samt vita að útkoman er einhver tala, hún er kannski 100 eða 50 og mér langar bara strax að vita, er það mínus 50 eða plus 50?
Og það auðvelt fyrir mig að sjá það að því ég ætla bara að telja hvað margir mínusar í dæminu. Hérna einn mínus og hérna annar, en það vill til að þessi mínus í þriðja veldi, sem þýðir bara að hérna á bakvið tjöldin mínus 2, mínus 2, mínus 2. Þannig að þetta rauninni 3 mínusar. Þannig að hérna 3 og hérna einni viðbót sem sagt samtals 4. Ef það eru 4 mínusar einhvern veginn að margfaldast saman, þá vitum við að 2 og 2 eyða alltaf hvor öðrum, þannig að útkoman hlýtur að vera jákvæð. Þannig að þegar ég skrifa svarið, hvort sem 50, 100 eitthvað allt annað, þá veit ég bara að það verður engin mínus í útkomunni. Og við getum hugsað alveg sama hérna, mér dettur ekki í hug að reyna að reikna útkomuna úr þessu hérna 50. veldi og eitthvað hræðilegt skrýmsli, en ég get samt svarað þessari spurningu. Útkoman jákvæð eða neikvæð tala? Og við teljum aftur mínusuna. Hérna 1, hérna annar, en hann í 5. veldi, þannig að hérna í rauninni 5 mínusar og einni viðbót hér, þannig að ég kom með 6. Hérna annar mínus, en hann í 50. veldi, þannig að þetta í rauninni 50 stykki, þannig að ég samtals komið þá með 56, 55 og einni viðbót, 56. Og hérna einn mínus í viðbót og svo reyndar veldisvísir hér, en hann bara á 10, hann ekki á sviganum öllum eins og áðan. Þannig að þetta er bara eins og mínus 100. Þannig að hérna fæ ég þá bara 1 mínus í viðbót við þessar 56 sem ég hef komið með áðan. Þannig að í rauninni hérna 57 mínusar sem oddatala og þá veit ég að útkoman einhver mínustala. Þannig að ef ég myndi að reikna þetta, þá veit ég að þetta mínus einhver tala, útkoman með mínus fyrir framann, alveg á sama hátt og hérna einhver önnur tala, en hún ekki með mínus fyrir framann. Þannig að ef við skoðum þetta dæmi hérna aftur, með þessum ruglíslega margföldunartákni hérna, prófum að telja hvað margir mínusar hér. Hérna 1 fremst og hérna annar. Við erum þá komið með 1, 2, 3, 4 út af veldinu og svo 5. Og það sem gerir þetta þægilegt að ég veit þá að þegar ég einfalda þetta, þá útkoman með mínus fyrir framann og ég þarf ekki að spá meira í mínus í dæminu. Ég veit bara að niðurstaðan með mínus og svo þarf ég ekki að hugsa út í það meira. Nú get ég bara einbeitt mér að því að leysa dæmið. Þannig að það þristur, mínus 3 eitthvað, svo horfum ég á A, það A hérna og svo A í öðru, þannig að það lítur að vera A í þriðja. Þá bara eftir B, hérna B og hérna B í öðru og það þá líka í þriðveldi, B í þriðja. Ef ég myndi einhvern veginn reyna að brjóta þetta niður og vinna mínusana einhvern veginn 1 og 1, þá það líka hægt, en það miklu fljótlegra að nota þessa aðferð, að telja bara mínusana og taka eftir hérna eins og áðan. Annað veldið gildir bara B en ekki mínusinn. Þess vegna þetta bara 1 mínus, 1, 2, 3, 4, 5. Oddatala, þess vegna mínus.